Komið sæl, ég heiti Nanna og ég er náms- og starfsráðgjafi við Menntaskólann á Egilsstöðum. Það sem að mig langaði til þess að fjalla í þessu myndbandi er PDF aflestursforrit og í þessu tilfelli forritið Foxit Reader. En það er til dæmis sambærilegt Adobe Reader sem að mjög margir þekkja, eða svona það er mjög svipað. En svona PDF-forrit er til dæmis hægt að nýta bara við það að lesa PDF-skjöl og greinar sem að margir nemendur þurfa líka að gera í sínu námi. Og það er hægt að nota alls konar fítusa í svona forritum sem að hjálpa okkur bara við að vera virk í lestrinum. Þannig við ætlum að skoða þetta aðeins. Við ætlum að byrja á því bara að opna hérna skjal til að vinna með. Ég er hérna með til dæmis bara lesblindu ritgerð sem að ég ætla að opna og vinna kannski aðeins með. Segjum sem svo að þetta er eitthvað sem við þyrftum að lesa fyrir tíma og fyrir þá til dæmis sem að myndu vilja nýta talgervil meðfram þá væri hægt að nýta Ivona Mini Reader sem að ég hef aðeins talað hérna í öðru myndbandi og meðfram því reynt að nýta sér hérna eitthvað af þessum fítusum hér til þess að vera virkur við lesturinn, nota yfirstrikunapenna til að strika yfir hérna mikilvæg atriði og mikilvæga punkta, nota til dæmis typewriter til þess að draga saman efnisgreinar eða annað slíkt. Þannig ég ætla svona aðeins að sýna ykkur svona hvað er hægt að gera. Sko, hérna erum við til dæmis bara með kafla, fyrstu skýringar á lesblindu og við gætum annaðhvort verið að verið bara að lesa eða nýtt talgervil með og við ætlum að byrja kannski bara á því að hugsa, ég ætla að fara aðeins í gegnum þennan texta og nota hérna highlight eða yfirstrikunapennan og strika yfir þau svona lykilatriði í textanum og hér gæti til dæmis verið sniðugt að velja einhvern þægilegan lit, bara tökum hérna gulan, það er hægt að stilla hversu dökkan maður vill hafa litinn. Og hérna er til dæmis hann Pringle Morgan, hann er hérna sá sem er talinn vera einn af þeim fyrstu sem að greindu lesblindu og já, hér er greinilega einhver efnisgrein hann og hér er líka mjög áhugaverð setning. Skólastjórinn sem kenndi Percy teldi að ef hann ætti ekki við þessa erfiðleika að stríða þá væri hann klárasti nemandinn í skólanum. Þetta er til dæmis eitthvað sem ég myndi vilja merkja við. Höfum það hérna í bláum að þetta er kannski ekki beint fræði maður, heldur kannski eitthvað sem hann komst að. Hér er líka hérna er verið að tala Hinshelwood, skoski augnlæknir sem skoðaði orðablindu, það er eitthvað sem ég finnst líklegt að að svona við myndum vilja muna. Höfum það hérna gult. Hérna til dæmis líka ef þú tvísmellir hérna á það sem þú ert að yfirstrika eða highlighta þá geturðu skrifað frekari athugasemdir sem sagt inn í svona kassa. Meira Hinshelwood. Og hérna þá getum við í rauninni exa það líka út þannig að það sé ekki fyrir okkur en við sjáum hérna að það er greinilega eitthvað komment meira Hinshelwood þannig að ef við tvísmellum á það þá birtist það. Þannig að þetta er eitthvað sem getur verið mjög sniðugt bara til þess að halda sér vakandi við lesturinn. Það eru fleiri fítusar líka sem hægt er að nota eins og til dæmis typewriter. Ef þið farið hérna og smellið á komment þá koma upp svona fleiri fítusar heldur en eru hérna inn í home
Hér til dæmis typewriter. Typewriter sniðugt að nýta til þess að draga saman efnisgreinar. Ef við erum til dæmis búin að lesa þessa hér eða hlusta á hana, þá getum við staldrað aðeins við, smellt hérna á typewriter, sett hana hérna á spásíðuna og hugsa bara, ok, hvað var það mikilvægasta í þessari efnisgrein? Og þá væri mjög sniðugt að skrifa til dæmis bara Morgan greinir lesblindu 1896. Komst að því að hún hefur ekkert með greind að gera. Nú þetta kannski svolítið óþægileg skrift til að lesa. Hérna gætum við til dæmis bara, ef þið eru búin að hlaða niður Open Dyslexic í tölvun ykkar sem að ég fjalla einmitt á öðru miðbandi, þá getið þið breytt leturgerðinni. Þið getið líka breytt litnum á hérna letrinu og stærðinni. Þannig að svona í rauninni getið þið tekið saman efnisgreinar. Það líka hægt að nota hérna textbox. Ef þið notið það, til dæmis hérna við þessa efnisgrein, að þá kemur svona meiri útlína í kringum textan og kannski þægilegra fyrir einhverja að nota það. Hinshelwood gefur út bók orðablindu 1917. Það væntanlega svona hérna, og það hægt að draga þetta hérna aðeins til. Það væntanlega svona aðalatrið úr þessari efnisgrein. Þannig að svona svolítið hægt að nýta þetta. Annað sem kannski langaði til að sýna ykkur, það náttúrulega hægt að nota hérna bara penna að skrifa inn á skjalið. Það líka hægt að nota það sem að kallast call out. Það getur verið sniðugt ef þið eru til dæmis hérna með langa efnisgrein en það eitthvað mjög sérstakt í eitthvað orð eða einhver setning í allri efnisgreininni sem ykkur langar kannski til að skrifa aðeins örlítið meira bara svo það fari ekkert framhjá hvað það sem þið eruð að vísa í, þá getið þið notað þetta call-out. Hérna til dæmis Samuel Orton skrifaði grein leshömlun. Þið getið til dæmis vilja skrifa eitthvað sérstakt þetta. Einhverjar auka útskýringar, þá getið þið búið til. Hérna. Sjá frekar greinina á vefsíðunni og sett inn einhvern link eða eitthvað slíkt. Þetta færa þetta aðeins hérna til, svo þetta sé ekki yfir textanum. Svona, og þá sjáu þið að þá það að vísa í þetta. Þannig að svona svolítið hægt að merkja inn á greinarnar sem við erum að lesa og það eykur bara líkurnar á því að ef við gerum þetta að það festist betur í minnin okkar, bara hvað það sem að við erum að lesa og hvað það sem við viljum virkilega muna. Þannig að ég vona að þetta hafi svona gefið ykkur örlitla innsýn inn í hvernig þið getið nýtt Foxit Reader og jafnvel Adobe Reader, í grunninn virkar það svolítið svipað, til þess að halda ykkur virk í lestri á til dæmis fræðigreinum eða ritgerðum eða hvernig skjölum sem eru á PDF formi.